Velkomin á þennan fastansfund. Við ætlum bara að fara að byrja og Ari ætlar að Já, góðan daginn. Takk fyrir að koma. Jónas Franklín uppgötvaði að ég að vera svo gamall eins og sumir. Það ég þyrst að halda einhvern fyrirlestur áður en kisturlokið hérna skellur á. Ég nenni nú ekki að tala svoleiðis en ég ákvað bara að hafa svolítið sögulegt yfirlit af því að það er víst að koma jólin og þá varum við alltaf melankólískir og svona. Þannig ég ákvað að tala svona bara örfá orðum það sem að liggur mönnum þungt að hjarta. Þetta liggur við kreppu og ég ætla svona aðeins að fara bara í gegnum svona eiginlega söguna svolítið á bakvið. Það er nefnilega þannig í læknisfræðinni þá þá notum við alls konar nöfn yfir hluti og svo verðum að tala og svo kinkum við kolli, já þetta, já einmitt, já svona. Svo höfum við oft ekki hugmynd hvað raunverulega liggur á bakvið nafnið, hver viðkomandi var, hvað hann hafði gert eða eitthvað svoleiðis. Svo ég ákvað bara að hafa hérna smá sögustund svona. Við nýti á næsta, hvað við gera. Svona, já. Það til dæmis þegar Newton kom, þá verður óskonum til hamingju með að finna þyngdarlögmálið, þá sagði kallinn meðal annars þetta, að ef ég hef verið svo heppinn að sjá eitthvað fram á við, þá var það því að ég hef staðið á öxlunum á risum og þeir hafa hjálpað mér að sjá lengra. Og svo bara förum við svona aðeins smá saman fram og tilbaka. Þessi maður, hann var uppi á árunum, eins og stendur þarna, og hann lýsti 1743 því sem hann kallaði Heliostrapismus, það er að segja titlingurinn á mönnum er rangaugður. En í dag er þetta ástand sem sagt þekkt sem Peyronie-sjúkdómur og þessi maður hann var sem sagt uppi þarna þegar kynsjúkdómar og alls konar viðbjóðar voru grasserandi og hann greindi þennan sjúkdóm sem teiknum í bandvefni í kringum corpora cavernosa og greindi það frá örver út af kynsjúkdómum og öðru veseni sem var hrjáðum þá. Og ég segi ekki að hann hafi lýst þarna lóakreppu sem hann á nú enda í fyrirlestrinu. En það talaði kannski að 10% af fólki sem eru með þennan Peyronie-sjúkdóm séu líka með lóakreppu. Þannig að þið sjáu að það er svolítið langt síðan menn voru að skoða. Nú, þetta sem sagt er bara fann ekki mynd af manninu, svo ég setti bara mynd af þessu í staði. Og þetta er sem sagt að lesjóni. Og upp á 1900 þá kom sjúklingur á stofu til Olliers í einhverstari Ameríku og lýsti þessu með þessu ágæta orði þarna. Læknirinn spurði hvað hann var. Það er þetta skvint og þetta kúkt, það er kallinn. En þetta ætlum við nú ekkert að tala neitt núna. Í þessu ástandi þá finnum þykildi á fleiri staði í bandvegi líkamannum. Plantar fascian er einn af stöðunum þar sem menn veistu þykir. Það sem við geta myndað svona hnútanir sem í bandvegsfasciunni sem þar. Hér er svona bara skematísk mynd yfir svoleiðis hnút sem eiginlega alltaf meti alltaf fasciun og veldur oft óþægindum, þrýstingsóþægindum. Nú, þessi náungi þarna, hann var uppi held ég 1700 eitthvað, hann hét Astley Cooper, hann var uppi þessum árum þarna. Og hann var sagður stærstur og vinsælastur allra kírúrga á sínum tíma. Og þið sjáu að menn voru ekkert að vesenast í grunnskóla eða neitt svoleiðis þá. Hann byrjaði 15 ára sem lærlingur á spítala. Hann var víst mjög klár, hann elskaði að kryfja og að kenna og svo var hann svo heppinn að ná í ríka dömu sem var komið mikinn arf eða heimannmynd með sér. Þannig að hann þurfti ekkert að hafa áhyggjur af praxís til að lifa, en hann endaði nú víst í miklum praxís. Og svolítið skondið að þessi ágæti maður, hann var aðlaður, þetta sáðu Sör, hann var aðlaður fyrir að fjarlægja hnút frá konunglegu höfuðleðri á Georg IV, Einars konsa. Og í dag þá þykir þetta nú kannski ekki voðalega mikil aðgerð en þið sjáum nú bara hvernig þetta var þá. Og það sem svolítið skondið líka að
til dæmis þegar Roosevelt, forseti Bandaríkjanna, hann var með eitthvað að sepa horn á hausnum á sig. Og það þurfti 2 kírúrga til að gera það sama. Það þurfti nefrókírúrg til að fjarlægja hnútinn og svo minnst plastikkírúrg til að loka sárin. Og Þórður fékk medalíu eins og sagt þessum. En þessi, hann lýsti lófakreppu 10 árum áður en ónefnd maður undir því trend sem að fékk nú nafni sitt á sig. Og sem sagt, þeir kunnu nefnilega anatómíuna þessi kalla. Þeir byrjuðu allir í krufningum og svo í patológíu og voru skrambið vel að sér í anatómíu. Og bara svona rétti fróðleiks, þessi maður, Abraham Colles, hann var einn af Coopers lærisveinum og 1814 þá lýsti hann það sem við kallum Colles-raftur, distal radius-blokk. Og þetta var 80 árum áður en að röntgen var fundið upp. Og hann var búinn að vera dauður í 50 ár, þessi áður en að röntgen lýsti geislun. Þannig að svo bara kom í ljós að hans lýsingar þarna 80 árum áður, þær pössuðu bara nákvæmlega við útlitið á röntgenmynd síðan. Þannig við sjáum að það þarf ekki alltaf að vera með glæsilegri tæki til að rannsaka. Þetta nú bara svona útúr. Ok, aðeins hoppa fram í tímann. Að þessi William Adams, hann var uppi á seinni tímum, hann varði mjög klár, hann til dæmis áhuga á sinargrefu og ýmislegt annað, trúði því að sinarslíðri fyrst að vera intakt til þess að sinargrefu og hann var mjög klár í subkutan kirurgíu, það er að segja að gefa smá gött til að gera alls konar tenotómíur. Ég ætla að reyna að færa þetta. Já, mér er alveg saman. Og hans nafn er sem sagt tengt við aðferð sem getur rétt minnst á eftir, svo kallar subkutan fasciatómi aðgerð við dipitrensu, lóðakreppu. En við athuga það að þegar hann var uppi, að rétt svona hans seinni árum, þá fyrst fóru að koma fram þessi svo kallar aseptisk kirurgía á fyrir þennan tíma. Það þorðum við varla að setja hnífinn í fólk og ótta við alls konar ógeðslega sýkingar og uppákomur. Þannig að hann þróaði sem sagt ákveðna aðferð við að gera aðgerð við dipitrenns lófakreppu og nafnið hans allir við vissum kreðsum er kennt við það. Jæja, góða. Prófaðu að smella á skjáinn. Já. Skjáinn. Svona. Og prófaðu núna í dag hana. Já. Ég hef skoðið gamla tíma, ég er ekki með eitthvað nýmóðins. Þá komum við næsta manni, þessi sem fann nú nafni sitt á ákveðna fingukreppu, dipitrenns kontraktus. Hver var þessi maður? Svona sjá hvort það kemur í ljós. Hann var upp á þessum árum. Þegar hann var 18 ára, þá var hann orðinn aðalkrufningsmaður í læknaskólanum, þar sem hann var. Hann var víst á fátækum efnum þessi maður, pappa hans var bara lögfræðingur, var sagt. Og hafði þar af leiðandi ekki mikla peninga á milli handana og gat ekki kostað þennan dreng til náms. En í litla bænum þar sem hann ólst upp, þar var einhver hvort það lögreglustjóri eða herforingi sem sá hvað drengur var gáfaður og styrktandi náms með þessum afleiðingum. Þannig 18 ára var hann aðalkryfjari, var þannig að kenna í læknaskóla anatómíu 23 ára og 26 ára líka patológíu. Og svo svona 27 ára þá sem sagt komst hann í stöðu á það sem kallast Hotel Dieu í París og það er spítali sem á rætur að rekja alveg fram til 600 og eitthvað. Þannig sem hann segir. Og sem sagt þarna byrjaði hann sinn skurðferil og í 30 ár þá var þessi maður talinn mestur kírurga í Evrópu. Nú, náttúrulega eins og annað, hann var ekki alveg fullkominn. Þetta lýsingar á honum frá samtíma mönnum. Hann virðist svona í stuttu máli hafa verið drullusokkur. En
eins og þarna first og surgeons, but last of men. En hann var líka klókur diagnostiker og alveg frábær kírurg, sagt. Og þetta haft eftir honum hérna. Ég hef gert svo sem mistök, en færri mistök en aðrir kírurgar. Og svo var þetta svolítið mitt á núverandi skilgreiningu sem sumir kannast við sig, skurðlæknir. Kannski hefur ekki alveg rétt fyrir sér, en aldrei óviss. Við kannist þetta sumir. Ok, aðeins fljótt þessu, hvað lófakreppa, hvað sjúkdómur? Það sem sagt sjúkdómur þessir. Það mjög flottir á mér. Ja. Hérna í lófa fascia palmaris, aponeurosis palmaris, bandvefstrengir sem liggja hérna eftir lófanum út í puttana. Þetta sjúkdómur sem kemur í þessa strengi, þannig að það myndast hnútar eins og við sáum þarna á fyrri myndum. Og svo með þeim afleiðingum smá saman að dregst í puttan og þeir vilja bara að kreppast. Og það ekki bara svona einfaldir strengir heldur út af puttunum, þá alls konar bandvefs septa og líkament sem eiga náttúrulega sín öfn, eins og ég tala hérna þessi Clevelands og Graysons. Þetta var svo flott. Svona. Grayson og Clevelands líkament hérna natatoriu líkament hérna niður einhvers staðar. Og það getur komið þessi kreppusjúkdómur í alla þessa strúktúra og það þýðir það að stundum þegar maður að ópera þetta, þá eins og vefirnir eða æðarnar og taugarnar sem maður kannast að passa. Að það hérna bara vefjist hring í kringum þessu strúktúra, þannig að það aldrei brast stundum að tálka út þar sem maður vil helst ekki skemma. Nú svona gæti svo sem þetta litið út ef við skoðum sjúkling. Alls konar spekulasjónir, þessi lófakreppa, þetta verður talað víkingasjúkdómur, þetta miklu algengara í norrænum löndum, þekkist í staðlega í kringum Miðjarðarhaf og ekki Evrum, það má víst ekki segja það. Þetta hérna proliferatífur bandvefsjúkdómur. Ja, við segjum í höndum sem sagt og situr í þessari fascia palmaris sem ég sýndi ykkur áðan. Kemur aðallega í svoköldu úlnúrufingrunum, það að segja baugfingur og litla putta. Því eldri sem að verður, því meiri sens að fá þetta. Og karlmenn eru aukinni hættu með konur. Nú svo talaðum við til dæmis í Bretlandi, þá séu kannski 20% af fólki með einhver form af lófakreppu eftir 65 ára aldur. Og þetta sem sagt teiknuð þessari fascia palmaris, eins og ég sagði veldur hnútamyndun í lófanum og það líka breytist bandvefurinn í þessum strengjum, hann normal típu 1, hann breytist í típu 2 sem þykkari og svo auk þess hefur því verið lýst að fibroblastarnir sem eru í bandvef að þeir fá eiginlega kontraktíla eiginleika, þeir geta dregið sig saman, það myndist í þeim svona vöðva fíbrillur og þeir geta dregið saman. Það ein af ástæðan kannski fyrir þessari hnútamyndum og verði stytting í bandvefstrengjum. Nú talað erfðir, þannig að eitt af því fáa sem nokkuð klárt í þessu, að ef pappa og mamma eða systkin eru með, eða af og amma, þá ertu við auðvitað hættu að fá svona. Og norræn upprunni, eins og við sögum áður, menn meiri konur og svo verið lýst alls konar hlutum eins og erfiðisvinnu, reykingum, alkohól, epilepsi, sykursýki, alls konar hlutum, en minnst af þessu beinlínis sannað. Þannig þetta eiginlega bara eins og krakkarnir segja af því bara. Aðeins að benda ganni á þessar rannsókn sem hann Kristján Guðmundsson sem var einu sinni heimilislæknir á Blönduósgerði. Að við komum svona aðeins nálætti á FSA því að ég levereraði upp í 3 strengi til hann sem hann sendi í rannsóknir. En hann var svona útúr líka. Og hann sýndi fram á sem sagt að menn sem voru með lófakreppu, það var aukið mortalitet í þeim hóp. Hann skoðaði eitthvað 12-13 manns.
og sem sagt sýndi fram á að það var aukin mortalitet í þessum hóp. Svo náttúrulega eins og annað, þetta var nú ekki alveg víst öruggt, en það virðist vera ef maður er bara með hnút í lófa, þá er maður svona nokkuð hólpinn, en ef það fara að koma kreppa í putta eða viðkomandi að fara í aðgerð, þá versnar svolítið í. Og svo þóttist að sýna fram á það að af þessu aukna mortalitet, þá var næstu því helmingur vegna aukinnar krabbameinstíðni í þessum hóp. Það stendur nú einhvers staðar að þetta sé kannski ekki alveg signifikant tölur, en það er allavega verið refererað í þessa rannsókn á einstaka stöðum. Nú, ef maður ætlar að gera eitthvað í þessu, hvenær á maður að fara að gera? Þetta er svona mjög einfalt tabletop test sem maður hefur vel lýst, ef maður getur ekki sett lófan flatan niður á borði, þá má svona fara íhuga aðgerð. Annað er cirka kannski 30 gráður. Eftir eins og stefurt í MCP-liðnum, sem er þessi það má svo hafa það til viðmiðunar. Meira máli skiptir ef það komið í svo kallega dýpliði, proximal, interhalangaeliði, eru eiginlega bölvaðir, þannig að maður hefur lægri þröskuld að bjóða fólki í óperasjón við þá. En þetta svona kreppa getur verið í 100 ár og ég get lofsað hana síðan. Það byggir sennilega einhverju leyti á því að anatómíun í kollateralliðböndunum, þau eru strekt í MCP-liðunum, ef þeir eru bognir, en þau eru slök í dýpliðunum ef þeir eru bognir, ef þeir eru í kreppu sem sagt, þá dragast þessi líkamönd saman og það er bölvað þá að eiga við það, þó maður fjarlægi kreppustrenginn sjálfan. Þannig að það er svona ýmislegt sem kemur inn í þegar maður er að spekulera í hvort ég gera eitthvað við þessum hlutum. Nú, svo bara aðeins þessi Cooper, áður nefndur, hann lýsti þessari skemmd þarna og hann meðhöndlaði þetta með því að skera á farsíuböndin með bara mörgum pínlitlum skurðum. Bubi Tren, hann veitti athygli á þessu og lýsti, þannig að kunnáttu þennan sjúkdóm breytist út og sem sagt anatómíun og patológíun á bakvið það. Hann ópereraði með því að bara skera húð og strengin og svo skildi hann allt eftir opið. Nú þessi maður Little, hann var með klumpfót sjálfur og leitaði ýmissa ráða til að fá lækningu og þau neituðu honum allir, meðal annars einhverju Del-Pak sem kann ekki meiri skýring á. Sá var frægur fyrir tenotómíu aðgerðir. En svo leitaði þessi Little til Adams og Adam þorði að gera tenotómíu á Achilles sín og læknaði þetta bætti klumpufóti sem þessi William John Little hafði fengið upp úr sjúkdóm þegar hann var 20 ára gamall. Og síðan fékk þessi Little mikinn áhuga á klumpfót og skrifaði í slærða greinar alls konar tenotómíu við þessu sem við kallum PC equinovarus. Nú sem sagt, ef við ætlum nú á tímum að fara að gera eitthvað í svona, þá höfum við ýmsa möguleika, þetta er sennilega bara eitt af mörgum. Það er hægt að observera og sjá. Og eina ástæðan fyrir því observasjón, það er það að það hefur verið víst svolítið þegar maður fer að snemma í að gera þessar aðgerðir, þá er í sumum tilfellum aukin hætta á residivi. Sérstaklega ef maður fer í hnúta í lófa sem eru kannski að myndast, það eru rýmir ennþá, að þá er aukin hætta, það eru sem að espa upp sjúkdóminn, þannig að það er ekki alveg sjálfgefið að það er í aðgerð og einhver koma og sýnir í lófa. Og það er talað um geislameðferð, röntgenmeðferð, ég kann ekkert á það en það stendur alveg í þýskum lærdómsbókum að snemma á ferlinu, þá geti svona geislameðferð haft eitthvað gagn. Nú það er þetta að gera svona nála aponeurotomi, eins og sagt sem að byggist á þessu sem þessir kallar fyrir 100-200 árum lýstu. Gera bara smá gat í húðina og bara kúpta á strengin, sérstaklega í lófanum. Nú á síðustu árum hefur komið fram þessi meðferð með lyfi sem heitir CFX. Þetta er mikið eitur, þetta er kollagenasa. Clostridium histolítikum, enzím, sem að étur upp þennan bandvef, type 2. Og
hefur verið lanserað sem meðferð án skurðaðgerða, getur við sagt. Þetta þannilega sé tiltölulega nýtt og það veit enginn alveg hvað svona endist lengi, en þetta raunar svipað þessi, þegar maður kurtar á með nála og bara sker á strenginn, það rétt á puttunum. Þú læknar ekki sjúkdóminn, það í sjálfu sig gerir maður heldur ekki með skurðaðgerð. Skurðaðgerð svo kannski meðferð líka nú á tímum, en það samt kannski 20% residiv við skurðaðgerð. Þetta þetta flotta lyf, þetta Xiapex sem kostar skyrtuna og arm og legg og allt saman. Þessi blandað í saltað og svo sprautað í svona strenginn og það sem það gerir að það má nú alls ekki sprauta nema í akkurat strenginn því að það dálítið slæmt ef maður fara út fyrir. Svo fær þetta ensím svona sólarhring 2 til að éta í sundur bandvefinn og sem sagt daginn eftir þá kemur fólk aftur á stofuna og þá teygir kirúrginn á puttanum og brýtur upp strenginn og þá heyrist yfirleitt smellur. Þetta var huggulegt. Ég bara gat ekki tekið vídeó sem á YouTube ef einhver hefur áhuga á svona smá ógeðstilfinningu. En sem sagt svona fer þetta fram cirka. En þetta ekki allt svona halleluja. Svona lítur hendin stundum út þegar fólk kemur í eftirlit. Og það lýst í að þegar menn að brjóta þennan streng að húðin getur rifnað og alls konar vesen, en þetta svo sem gert og að ég á einhver ástæðu þá ég er búinn á kúrs að gera þetta, læra þetta, en að ég mér fundist þetta hálf óhuggulegt og ég hef einhvern veginn ekki farið út í að gera svona þannig að ég hef nú eiginlega hallað mér að skurðaðgerðinni. Svo getur hendin litið svona út, ég veit nú ekki alveg hvað mikið líf í þessu yfirleitt, en svona getur hún litið út og þannig að þrátt fyrir þessa fínu meðferð þá þarf fólk að vera með fyrst umbúðin alltaf og svo sperku í nokkra vikur og svo vil láta þau hafa nætursperku í nokkra mánuði, þannig að þetta ekki alveg púra einfalt að gera svona. Bara aðeins örstuð mynd það sem að kalla nálaaboneurektomí, sjálfur sér allt í lagi að gera ef maður vill komast af með lítið. Þá bara lögð smá lokal deyfing og maður getur tekið svona bleika nál og sargað strenginn í sundur og kannski einu stöðum í lóan og þetta getur svo sem bjargað fyrir hornalveg og maður gerir svona oftast ekki illt af sér. Ef maður ætlar að skera þá eru ákveðin prinsip sem maður þarf að hafa í huga. Hendin nefnilega ekki alveg sama hvernig maður sker og það alveg nóg að skera beinstrik yfir flexolínur í höndum eða tautur. Þess vegna eru svona alls konar insísjónir sem maður notar og maður þarf þá í hverju tilfelli að hugsa sér hvað best fyrir sjúklinginn. Þetta svo sem ágætt að vera eitt strengur, bara beint strik og svo breytir maður í margar setaplastíkur. Svona einhver típa nota ég ansi oft. Maður kallar þetta bara vinkla og svo framleikja Brunner, það var amerískur kirúrg, lýsti þessu. En maður þarf sem sagt að hafa svona ákveði í huga þegar maður ætlar að skera svona strengi. Og svona, ég nenni ekki að vera með mynd af aðgerðir sjálfur. Ég afsaka að þetta einhvern veginn miklu lélegri myndir heldur á tölvunni en svona gæti nú hendin lítið út eftir aðgerð og fyrir mér þetta svo sem ekkert ljótara heldur en bólgin og rauð hendi eftir Xiapex sprautu. Þannig að ég held satt að segja þetta akkurat eins og ég var að giska. Svona, ég ætla að þakka fyrir. Þetta eilífu veiðilundur. Þetta urrið ykkur. Þetta? Já. Sýnist það, já. Já, hann var ekki lítill. Getur þú veitt það? Sérðu ekki hver þetta er? Það var verið með mínum. Ég get ekki veitt lax, það vil ekki býta sér hérna. Þetta helvítis mýs sem hérna drepandi. Jæja, afsakið hérna svona spurningar.
Nei. Já. Þú sagði að það galli í kollagen 2. Já. Sem hvað, 1 af 30 kollagenum? Já, kann að vera. Kann að vera, en börsið frá því að þú sagði líka að það væri víkungasjúkdómur, erfðasjúkdómur. Já. Þannig algengir á Íslandi meira, tengist eitthvað brjósklosstími á Íslandi sem hlust? Veistu það, ég kann það ekki alveg. Ég var nú að leita einhverjum tölum en ég bara kann það ekki. Segja þetta svo vel. En svo það er að tala þessi breyting að kollageni breytist í þessa típu 2 þannig í þessum sjúkdóm. En af hverju það hef ég ekki séð skýringu. En eins og ég segi, ég kann ekki alveg tíðnin á Íslandi með svona kannski líklegt að það geti verið eitthvað svipað þarna sem var lýst í Bretlandi. Já, Það er þáttið merkilegt að þetta samstarf við Kristján sem ég vissi nú ekki að. Hvað gerði Kristján við þessa hýbrur sem þú sendir á hann? Hvernig skoðaði það? Það var sendt í ég held að Íslensk erfðagreining tók að sér að rannsaka þetta, bæði kannski mikroskópískt og svo held ég að þeir eru reynt að einhverjar genarannsóknir, ég kann það ekki satt að segja, en hann byggði semst að niðurstöðunar á þess það sem fannst í þessum strengjum að þeir sýndu líka fram á einhver óeðlileg prótein sem voru í þessum strengjum og ég kann það ekki nákvæmlega en semst að Íslensk erfðagreining hún minni mig tók að sér að gera þessar rannsóknir. Þetta er svo mörg ár síðan, ég er búinn að gleyma þessu líka. 14 ár. Hann er nú forsamaður, hann doktoreraði á þessu. Já. Er þetta Kristján? Sem var á Blönduós sem var núna í Kristján G. Hansen Guðmundsson? Þetta er hann. Allir ekki? Já. Eitthvað að hljóta upp með. Það er bara að segja þetta hvað. Eins, hvernig fer það því að gefa svona góðan fyrirlestur þegar þú ert að tala um lok? Ég glemdi lokinu. Það var glæsilegt. Takk fyrir.